og Guði í dýrðina í kringustum. Þetta að lyfta upp nafni Jesú þegar maður að fara í gegnum aðstæður. Og hvað Guð að gera í hans lífi? Hjá Viðari, hann að snúa því við. Guð alltaf trúfastur, þannig að bara amen, takk fyrir þetta. En það komið að orði Guðs og við ætlum að fá Halldór Lár til að tala hérna til okkar í dag. Ef ekki að rísa á fætur, biðja saman, lyfta upp höndum. Drottinn, ég þakka þér fyrir trúfestiðina. Þakka þér fyrir að við eigum fjölskyldu í þér, Drottinn. Við eigum andlega fjölskyldu þar sem við getum uppörvast, við getum hvatt hvort annað, við getum lært, Drottinn, að nema af þér, Drottinn minn, og ég bara þakka þér fyrir athvarfið sem við eigum í þér. Drottinn, ég bið fyrir Halldór í vini mínum, Jesús. Drottinn, ég bara blessa þennan mann, Drottinn minn, þú hefur verið að auka við landans, hann var að fá stöðuhækkun, ég ætla bara að tala um það. Guð að blessa hann. Og það nefnilega máli með Guð, hann alltaf að gefa okkur eitthvað svona rós í hnappagatið. Hann yndislegur, þessi frelsari okkar, og ég bara þakka þér fyrir allar þínar blessanir. Og við biðjum í Jesú nafn og allir liðurinn sagði. Amen. Ekkert frekar negin. En þú frjáls. Halleluja. Nei, allt til að ég var elsku við það. Jæja, hvað segið þið? Takk fyrir vitnisburðin, bróðir. Hver kannast við þetta borð svona hérna? Þetta ekki bara kirkjana sína, hún falla skraut. Á safnaðarfundi hérna síðastliðinn fimmtudag, þá kom fram fyrirspurn brauðsbrotningu. Já, og Sigurbjörg, pastor, sagði bara, við bara setjum hann á, byrjum næsta sunnudag, sem núna, og reynum að setja hann bara fast fyrsta sunnudag, eða hvað, í mánuði. Samkomuþjónarnir gera bara klárt, koma með þetta, og svo göngum við inn í það. Á þeim tímapunkti vissi ég, var Sigurbjörg nýbúin að biðja mig og spyrja hvort ég geti talað í dag. Á þeim tímapunkti vissi ég að ég átti aðeins að minnast á, ég ætla aðeins að tala brauðsbrotninguna. Ég held ég þora að lofa því að ég mun nefna einhverju hluti sem 80-90% jafnvel fleiri hérna inni hafi ekki velt vöngum yfir þegar kemur brauðsbrotningu, og jafnvel þið verið að fyrirgefa mér, mun ég stinga á einstaka blöðru sem að springur ef þið leyfið henni. Og það ekki vegna þess að einhver hérna eitthvað svo fattlaus og með einhverja rangar nei, það bara að í gegnum tíðina eru ákveðnar venjur og hefðir hjá kristinni kirkju varðandi brauðsbrotningu sem við höfum öll erft, eða flest okkar, kannski ekki öll, ég veit það ekki, ég þekki ykkur ekki öll það vel, en flest okkar höfum erft. Og hún ekki nema, já, sumstaðir hún bara förum við að mínu viti samkvæmt Guðsorði rangt að. En það sem kannski alvarlegast, að flest okkar hugluðum ekki út á hvað þetta gengur. Þetta eitt af þeim náðarmeðulum sem að Guð svo kallaða, sem kirkjan hefur tekið upp á sín úr ritningunni, og það breytir engu hvort það eru mótmælendakirkjur eða kaþólskar kirkjur eða hvaða kirkjur sem eru, þeir taka þetta brauðsbrotninguna eða heilaga kvöldmáltíð og lifa og framfylgja og framganga í því og hafa gert alveg frá upphafi. Það mikil mystík og leyndardómur fólgin í brauðsbrotningunni, og ég ætla aðeins að komast inn á hann í dag. Hvernig ósköpunum gerum við það? Ég hef ekki hugmyndu það. Það eina sem ég veit, á laugardagsmorgun, klukkan 4:30 morgunin, áður en ég vakna venjulega, sem klukkan 5:30, þá vakna ég upp bara eins og gormur, og Guð byrjar að tala til mín varandi þessa stund. Og hann segir, Halldór, þú að fara í garðinn fyrst. Já, garðinn, ég ekki með eitt garðið með pall. Já, nei, farið garðinn. Aldingarðin Eden. Þar byrjaru. Brauðsbrotningin
tegir arma sína alveg aftur í sköpununa, syndafallið, endurreisnina, alla leið. Og ég ætla að fjalla aðeins það í dag. Eru til? Þetta er kennsla. Ef ykkur leiðist kennsla, þá ætla ég að gefa ykkur leyfi hér með bara til að dotta og hvíla ykkur. Helst ekki rápa og fara, en þið með alveg sofna. Það er í góðu lagi. Ef þið hins vegar viljið ná þessu, þá vakið þið á sjálfsögðu hlusti. Ég vona allir ná að taka þetta upp. Já, og líka fyrir þau okkar sem ekki hérna í dag, vegna þess að ég trúi að Guð ætla að leggja grunni núna að því hvernig þessi kirkja, hvernig þessi söfnur tekur brauðið og brýtur, hvernig það bergir af bikarnum þegar við brjótum saman. Og við ætlum að gera það eftir beinu framhaldi. En fyrst að lesa hinn frægu vers í 4. Korinthubréfi. Allir með? Allir með. Nægur tími alveg. Það er 11. kafli og ég ætla að byrja á að lesa. Þetta þekki ég allt. Já, frá versi 23. Því að það er Páll sem talar til kirkjunar í Korintu. Þetta þekki þið langflest. Því að ég hef meðtekið frá drottni það sem ég hef kennt yður. Nóttina sem drottin Jesús var svikinn tók hann brauð. Gjörði þakkir brauð þá og sagði, þetta er minn líkami sem er fyrir yður. Gjörði þetta í mína minningu. Sömuleiðis tók hann og bikarinn eftir kvöldmáltíðin og sagði, þessi bikar er hinn nýi sáttmál í mínu blóði, gjörðu þetta svo oft sem þið drekkið í mína minningu. Svo oft sem þið etið þetta brauð og drekkið af bikarnum, boðið þér dauða drottins, þangað til hann kemur. Hver sem etur brauðið eða drekkur bikar drottins óverðulega, verður þess vegna sekur við líkam og blóð drottins. Hver maður prófi sjálfan sig og eti síðan af brauðinu og drekkja bikarnum. Þegar sá sem etur og drekkur án þess að dæma réttum líkamann, hann etur og drekkur sjálfum sér til dóms og fyrir því eru margir sjúkir og krankir og meðaliðar og allmargir deyja. Ekki að sleppa þessu síðasta versi. Það er ekki dægt að hafa svona vers með þegar maður alltaf fara að njóta þess að taka broti brauðið saman. Þess vegna eru margir veikir og meðaliðar og sumir deyja. Býttu, hvað í ósköpunum henni verið að tala um? Vitið hvernig við túlkum þetta og hvað við gerum? Og nú ætlum ég að leggja það fyrir ykkur að þetta sé ekki réttur skilningur. Hlusti nú vel á. Það sem við gerum í þessu sambandi, við lesum þetta þannig. Hlusti, ég ætla að lesa þetta eins og við framkvæmum. Hver sem að etur brauðið eða drekkur bikar drottins óverðugur, verður það svona sekur. En það stendur ekki óverðugur. Það stendur óverðuglega. Það er að segja á þann hátt sem hann tekur brauðið er rangt. Og enskunni segir mér þess að in the manner. Það er ekki verið að tala um að þú sért óverðugur og megið þess vegna ekki koma í brauðsbrotningu. En þetta, svona hefur kirkjan túlkað í mörg ár. Og hvað gerum við? Presturinn segir, nú skal allir rannsaka hjarta sitt. Og síðan tökum við langan tíma, eða góðan tíma allavega, og köfum inn í hjarta okkur og leitum að syndinni. Og við byggjum Guð að varpa ljósi sína á hjarta okkar, þannig að synd okkar megi koma fram og síðan berum hana upp og segjum Drottinn fyrirgefðu synd mína og þá loksins megum við koma fram. Mér langar að leggja það fyrir ykkur núna og ég ætla að byrja ykkur bara að hugleiða, móttaka. Ég veit að þetta er alveg þvert orðið það sem við erum vön. Þetta er ekki það sem Biblían er að kenna okkur þetta. Og eftir ætla ég að fara í hvað hún er að kenna okkur þetta. En nú ætla ég að sýna ykkur á hverju hún er ekki að kenna þetta. Förum ofarlega efst eða ofar í kaflan. Vers 20. Við byrjum á 23. Vers 20 segir, þegar þér hafið komið saman, þegar þið komið saman, segir Páll, er það ekki til þess að neita máltíða drottins. Því að við borðhaldi hrifsar hver sína máltíð, svo einn er hungraður en annar drekkur sig ölvaðan, hafið þér þá ekki hús til að eta og drekka í. Eða fyrirlítið þér söfnu Guðs og gjöru þeim kynróða sem ekki deyja.
Hvað er ég að segja ykkur? Á ég að hæla ykkur fyrir þetta? Nei, ég hæli þur ekki. En því ég hef meðtekið frá drottni það sem ég kentur og svo kom kafli sem við lásum á það. Með öðrum orðum, þegar kirkja Guðs í Korintu kom saman til þess að eiga kvöldmáltíð, þá voru sumir í hópnum sem að tóku óvarðulega á móti brauði og víni. Þeir voru dónar. Þeir hámuðu í sig og hann sagði, þið eru ekki komið saman til að brjóta brauðið. Þetta er það sem hann var að kvart yfir. Hann var að segja, þú veist, alla tíð höfum við haldið, nei, við erum svo mikið synd í okkur. Hann var ekkert að tala um það. Hann var að tala um, þegar þið komið saman, þá gengur ekki að koma svona. Þið komum bara eins og hungrarúlfar, fá ekkert að borða heima í okkur, segir hann svo. Hann segir það, eigið ekkert heimili. Það sem þið getið, ef eru svangir, hungrar og þyrstir, drekkið borðið þar, en þegar við komum, þá erum við komin til að brjóta brauðið saman. Brauðsbrottingin er að fara að eiga sér stað. Þá hegðið ykkur ekki svona. Lesum nú, seinni partina því sem ég las fyrst á hann, í ljósið sem ég var að segja. Hver sem etur brauðið eða drekkur bikar Drottins óverðulegan hátt, verður þess svona sekur við líkam og blóð Drottins. Hver maður prófi sjálfan sig og eti, hvað er þetta að prófa? Það er þetta sem við gerum. Prófa er hjarta mitt hreint, í ljósið sem ég var að segja. Hver maður prófi sjálfan sig og eti síðan að brauðun og drekja bikarnum, því að hver sá sem etur og drekkur án þess að dæma rétt líkamann, sem er brauðið, líkamann Krist. Og það var það sem þeir gerðu ekki. Þeir komu og hámuðu í sig brauðið. Í stað að vera staldra og hugsa, út af hvað gengur þetta sem ég er að gera. Hvaða brauð, fyrir hvað stendur þetta brauð sem ég er að fara að taka núna? Og þú dæmir ekki rétt, þeir dæmdu ekki rétt líkamann Krists og þess vegna urðu margir veikir og jafnvel dóu. Og það var ekki vegna sem var dómur og hefnd Guðs. Ég ætla að koma því eftir hvað það var. Ég var núna að kíkja restina af þessum kafla í ljósið þessa sem ég er að segja. Og vers 33, þarna klárar hann þetta ávarp brotningu brauðsins. Fyrir því skuli þeir bíða hver eftir öðrum bræður mínir, þannig eftir að tala kurteisina. Þegar við brjótum brauðið, þá gerum við þetta rétt. Fyrir því skuli við bíða bræður mínir, þegar þeir komið saman til að matast. Ef nokkur hungrar þá eta hann heima hjá sér, til þess að samkomið verði ekki dóms. Við erum gjörsamlega búin að snúa brauðsbrotningunum við. Í stað fyrir að láta hann snúast líkama Krist, þá snýst hann synd þína. Svo lengi sem þið gerir þetta í minningu synda ykkar. Nei, það stendur ekki svo leys. Svo lengi sem þið minnið synd, nei, ekki orðum það. Það er bara hvernig þú tekur það og hvað þú hugsar brauðið sem er líkami Krist þegar þú tekur það. Það er kjarninn í brauðsbrotningunni. Flest okkar hafi gegnum tíðina sem hafa alist upp við hitt sem ég var að kenna eða segja, hafi verið kennt. Við höfum eitt mestum tíma í bara, þetta hefur verið svona stoppustu til þess að fór hreinsunar synd. Þetta er svona fínt. Búin að játa synd með núna, ég hef synd sem var wow, sem ég vissi ekki svona Hvernig það var? Nei, einmitt. Hvernig er hún? Og svo þegar við erum búin að því og við erum búin að eða tíma þá líður okkur rosalega og svo kemur við og fáum blóðu og hreinsur okkur og við fyrir heim og þetta var dásalegt. Ég fekk hreinsun á synd. Býttu dó ekki Jesús fyrir óverðugt fólk? Hann er að tala eins og segja ekki að þú sért óverðugur til að koma þegar þú kemur í kraft fyrir réttlætingu blóðsins, hann er að tala hvernig við tökum. Og þá langar mig núna að fara til garðsins í byrjun og segja ykkur hvað Biblían kennir og ég get séð úr ritningunni að hún sé að kenna brotningu brauðsins. Og ég ætla að tengja brotningu brauðsins alveg aftur að syndafallinu og sköpuninni. Eru þið game? Þetta er svo gaman. Biblían, hver hefur ekki heyrt þú ert það sem þú borðar? Þetta er voða vinsælt í dag. Við erum aðalega að tala þetta svona líkamlega, þú ert það sem þú borðar líkamlega, þar sé að þú getur mikið af þessu, þá ertu bara það.
einhverju bara franska kartöflur og það að segja það sem ekki vatn í honum franska kartöflur og aðrir eru eitthvað annað og við sem sagt erum að næra frumurnar okkar á því sem við látum inn fyrir varur okkar. Matur, svo ég veit það, hlustaðu mig, ég veit að sko sumir sko lifa til að borða. En við erum sköpuð til að borða til að lifa. Það að segja það er gott að borða sem betur verið pælið í því ef Guð ekki gefa okkur góða bragðlauka. Ef hann hefði bara gefið okkur enga bragðlauka og þú verður samt að borða. Þá ekki eins og gaman að hittast og borða saman. Þú veist, hvað var í það? Við getum annars bara hist. Þurfum ekki að borða. Bragðlaukarnir og allt næring eitthvað sem skiptir alveg höfumáli fyrir lífið. Og vitið hvað? Það skiptir líka höfumáli fyrir andlega lífið. Það sem þú borðar andlega. Og Biblían full af því sem þú borðar andlega. Ég ætla að minna ykkur á, bara að því að við erum að tala brotningu brauðsins, að Jesús sagði á einu tímapunkti við hópa fólki og þar með að læra sína. Hann segi, þið enga samleið með mér nema þið etið líkami minn og drekkið blóðið mitt. Margir fóru frá honum þann dag. Hann sjúkur. Hvað af því þau skilja ekki andlegu merkinguna, leyndardóminn sem að baki þessari setningu fyrir okkar andlega líf. Þú verður að borða mig. Þetta alveg svakaleg setning. Þú verður að borða mig. En hvað við borðum skiptir máli. Í aldingarðinum Eden voru fullt af trjám. Þó eru aðalega 2 tré sem skipta meginmáli. Hlustið vel á. Nú byrjum við að feta okkur inn að 13. kafla í hinna Korinthubréfinu aftur. Það eru 2, og hugsa ykkur, þetta er frá upphafi sköpunarinnar. Þetta er frá upphafi það sem Guð ætlar að gera. Hann setur 2 tré í garðinn. Lífsins tré, hann setur fullt af trjám reyndar og þá máttu éta þeim öllum nema einu. Hann setur lífsins tré, þau máttu borða því. Svo setur hann skilningstré góðs og íls. Takt eftir ekki bara skilningstré íls, heldur góðs og íls. Að greina gott frá illu, illt frá góðu og svo framvegis. Skilningur á því hvað er gott og hvað er heilbrigt og hvað er vont og svo framvegis. Hann setur þetta á. Hann segi ekki borða því. Hvað annað í ritningunni gefur okkur skilning á hvað er gott og illt? Heldur þetta tré. Í ritningunni sem fjallaður í Biblíunni, lögmálið. Lögmálið gefur okkur skilning á góðu og illu, kennir okkur hvað er rétt og kennir okkur hvað er rangt. Boðunum 10 segir okkur alveg skýrt niður. Skilningstré góðs og ills fulltrúi lögmálsins. Og Guð ætlaði þér aldrei að borða af því. Hann ætlaði þér aldrei að lifa eftir lögmálinu. Hann setti annað tré, lífsins tré, sem að mildaðu borðar að, og hvers fulltrú það? Það er Kristur. Þú áttir að næra þig á Kristi frá upphafi. Þú áttir aldrei að næra þig á lögmálinu. Býtum við, hvað er að lögmálinu? Er það ekki gott? Jú, það er mjög gott. Já, er það ekki alltaf lagi að hafa þetta tré? Jú, fínt að hafa þetta tré. Tréð var mjög gott. Það var bara ekki gott að borða af því. Sjáðu muninn. Sumir halda að allir séu, lögmálið séu vont og við bara nei, lögmálið frábært. Það er bara ekki til að borða af. Fullt af trjám til sem eru falleg og heilbrigð og fín í sjálfu sér, en það er ekki góður ávöxtur af þeim, það er svona sleppur þeim, sem eru eitræðir. Þú borðar það ekki. Það sem gerist hins vegar, og takk vel eftir, það sem gerist,
Þetta er það sem að vakti mig upp með bara á laugardagsmorgun bara. Það sem gerist hins vegar er þetta. Að þegar maðurinn, hinn fyrsti, etur af, og þetta reyndar á við allt mannkynni eftir það, etur af skilningstréi góðs og ills, þá var það ekki einhver eitur í ávöxtunum sjálfum sem að fór illa með þau. Það var þessi athöfn að ég ætla að lifa, ég ætla að vera eins og Guð muniði, ég get sjálfur valið hvað er rétt og rátt, ég þarf bara að vita hvað er rétt og hvað er rátt og þá get ég það. Lífið hefur svo kennt að enginn getur það. Enginn einasti maður hefur getað lifað eftir því. Og lögmálið er þannig, kröfuhart, að það segir ef þú brýtur einn bókstaf í mér, þá brýtur þú alla, þá ertu sekur við allt lögmálið. Já, en ég er búin að halda 99,999% af því. Sonur minn, skiptir engu máli. Þú braust það. Og sumir hafa veltið fyrir sér, hvað pirringur var þetta í Guð að henda þeim, var ekki fyrirgefandi Guð í aldingarunum, hendi þeim út úr garðinum og lokaði þau úti? Byttu við. Hugsaðu aðeins. Það er annað tré sem heitir lífsins tré. Leið og þú etur af hinu, kemur syndin. Lestu Rómarbréfið. Áður að lögmáli kom, þá var ég sé ekki einu sinni synd. En þegar lögmáli kom, þá kendu mér allt synd. Það er skilningstinnið. Það er skilningurinn. Leið og kemur, þá kemur syndin. Og með syndinni kemur dauði. Svo Guð hugsa með sig, ok, ég get leyft að vera kyrr í garðinum. Syndin er komin. Ef þið éta af lífsins tré, lifa þau eilíflega með syndina. Svo ég verð að loka þau út. Þau get ekki fengið að borða af lífsins tré í því ástandi sem þau eru. Og engin aðgangur að lífsins tré var mögulegur og hvað gerir hann? Hann setur út í garðinum, hann setur hlið á garðin og hann setur allt tákgrænt, hann setur engla kerúba með sverð til að stoppa þau frá og síðan þá og fram á daginn í dag, fram að Kristi, þá var engin aðgangur að lífsins tré fyrir mannkynið. Það hefði engan aðgang að lífinu í Kristi, það hefði ekki tækifæri til að næra sig á Kristi eða verið í samfélaginu með öllu höldur við Guð. Það misti samfélagi við Guð. Má ég lesa Sakarías spámann? Sakarías spámaður segir í 13. kafla 7. versi. Og þetta er spádómur Krist. Hef þig á loft sverð gegn hirði mínum, gegn manninum sem mér er svo nákominn, segir drottinn allsherjar. Slá þú hirðin og þá mun hjörðin tvístrast og ég mun snúa hendi minni til hinna smáu. Og ég sé að sumir ykkur bara, ok, og hvað? Leið mér út sér, krakkar, þetta er stórkostlegt. Hvað var engillinn? Og englarnir, þeir voru með sverð. Ef að sverðir er dómur Guð sem dæmir og segir maðurum má ekki koma inn að lífsins tré lengur. Hann lokaði samfélagi Guð. Guð vildi alltaf bara samfélagsjóð. Takk eftir, ef þú vilt lifa af skilningstré góðs og ills, það sorglega við það að jafnvel þó að þér finnst þú standaði rosalega vel í því og jafnvel þó að þú sért alveg rosalega 90% alveg mjög góður. Og það er bara örfáu hlutir sem þú ert að vinna með, skilur, losaði við. Það sorglega við þetta er að þú getur gert allt það og átt ekkert samfélag við Guð. Þú getur ekki einu sinni þekkt hann. Þú þarft ekki þekkt hann svo sagt. Og ég skal lofa þér því, reynirðu að til fremsta megni að lifa frekar þar, þá mun alltaf vera togstreita milli þín og þess. Það verður alltaf togstreita milli þess sem Guð vill gera í lífinu og þess vegna er þessi barátta. Ég veit menn, hlustið á þetta er sorgleg niðurstaða, þetta er kannski sorglegasta niðurstaða sem ég hef heyrt í þessu máli. Ég veit unga mann sem var ágætisvinur minn, erlendis, hann framdi sjálfsmorð af því hann gat ekki uppfyllt skilningstré góðs og ills. Hann framdi sjálfsmorð af því hann fannst það svo brotlegu gagnvart Guð alltaf. Hann gat ekki lifa við það hvað maður syndi úr.
Hann hafði engan skilning, eða lítinn og síðan engan á því hvað Guð bauð honum og hvað hann hefði gert. Hann greindi brauðið, líkamann í brauðsbrotningunni algjörlega rangt eða ekkert. Við komum að því eftir, það er lykillinn, krakkar. Það er lykillinn. Hér segir, ef að sverðið var dómur Guð sem hindraði fólk að koma inn á lífsins tré, þá kemur hér spádómur. Hef þið á loft nú sverð, sama sverð, gegn hirði mínum og gegn manninum sem mér er svo nákominum, hvernig er hann að tala? Guð er að segja, núna englar, setið sverðið á loft, setið dóm Guðs yfir og hef það gegn manninum sem mér er svo nákomin, slá þú hirðin og þá mun hjörðin tvistrast og ég mun snúa hendi minni til hennar smáu. Hlustiði nú í Mattheus. Hlustiði nú hvað Jesús sagði við síðustu kvöldmáltíðina. Er tilbúin? Þá þeir mötuðust, tók Jesús brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinum og sagði, takið og etið, þetta er líkami minn. Ég er í Mattheus 26. Og hann tók kaleg og gjörði þakkir, gaf þeim, þetta er það sem að Páll í Korinthbréfinu er að vísa til. Drekkið allir hér af, þetta er blóð mitt, blóð sáttmannans úttilt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, héðan í frámun ég drekka þessum vínviðar, ávexti til þess dags er ég drekka hann nýju meður í ríki föður míns. Þegar þeir höfðu sungið lofsönginn fóru til Ólífjallsins og hvað segir svo? Þá sagði Jesús við þá, á þessari nóttu muni þér allir hneykslast af mér, því að ritað er, svo vitnar hann í Sakarías sem ég var að lesa á hann, ritað er, ég mun slá hirðin og sauðir hjarðarinnar munu tvístrast, en eftir að ég er upprisinn muni fara undan niður til Galileu. Hvað er hann að segja? Hann er að vitna í spádóminn í Sakaríu og hann segir, nú er sá tími kominn að sverðið sem var sett fyrir aldingarnetin og hindraði inngöngun inn að lífsins tré kemur og dómurinn fellur á mig. Og dyrnar opnast. Hvað gerist nóttina þegar hann var tekinn? Þau tvístruðust allir. Allir sauðirnir tvístruðust. Hirðurinn var farinn og þau tvístruðust og voru týndir og meira sér Pétur gekk svo langt hann afneita honum. Hann var svo hræddur, hann var svo týndur í sér. Þegar ég rís upp aftur þá kem ég og þá safna ykkur saman. Ég er að opna núna aftur dyrnar að lífsins tré. Hvernig gerði hann það? Hlustiði úr Jesaja. Hann var fyrirlitinn og menn forðust hann var harmkvæla maður og kunnugur þjáningum, líkur manni menn byrgja fyrir andlið sín, fyrirlitinn og við mátum hann einskis. Vorar þjáningar var það sem hann bar og vor harmkvæli hann lagði á sig. Við álitum hann refsaðan, sleginn að Guði og lítillættan en hann var særður vegna vorra synd og kraminn vegna vorra miðstýra. Hegningin sem við höfum til henni kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum við heilbrigðir. Hvar eru benjarnar á okkur? Hvar eru sárin? Þau eru í líkamannum. Strákar sagðan þá ykkur, þið komið hérna og étið eins og svín. Þið metið ekki, þið greinið ekki líkamann Krists rétt. Hann var kraminn vegna okkar. Sáuð þið Passion of the Christ? Sennilega einn grafískasta mynd sem nokkur hefur dregin upp af þeirri pyntingu sem Kristus leið líkamlega. Ég er ekki að tala andlega dauðans og krossi. Ég er að tala bara það þegar gaddarsvipur rómverska keisarans buldu á honum og rifu og tættu holdið. 39 högg. Akkur er bara 39, ég skal segja ykkur akkur. Þeir töldu það yfirleitt þannig að 40. höggi myndi drepa hann. En það var búið að tæta líkamann í sig. Hann var
þessu lýst sumstaðar í sögubókum að þessa gattasvipur, þar fóru stundum inn að innyflum. Það rifu sig í gegnum allt hold, inn fyrir bein og inn að innyflum. Þetta var líkaminn hans Jesú. Sem strákarnir, ég ger ráð fyrir að hafa verið strákar aðalega í Koruntu, hugsuðu ekkert og komu áttu eins og svelgir. Þeir hugsuðu ekki það. Þetta er það sem að drekka óverðulega, borða óverðulega. Það er að hugsa ekki hvað það var sem hann gerði. Hann segir, þið eigi að gera þetta í mína minningu svo lengi sem þið gerir þetta, minnist þið dauða míns þangað til ég kem. Sjáðu, ekki upprisunar. Dagstaglega lifum við í upprisu krafti og líf og krafti hans. Þetta er stundin til að minnast þjáningans. Þetta er stundin til að minnast hvað líkamans gekk í gegnum. Rifinn, tættur, og svo segir hann, en fyrir mína benjar eru þið heilbrigð. Nú skiljum við setninguna, þess vegna eru enn margir sjúkir og sumir deyja á meðalegar. Það var ekki vegna þess að Guð var svo vondur og pirrar út í á. Hann sagði, vegna þess að þeir skilja ekki að þeir eiga lækninguna. Þeir taka alltaf óverðulega, þeir taka þetta alltaf eins og ég veit ekki hvað, og missa af leyndardómnum sem er fólginir í brauðinu að ég hef læknað á. Þess vegna eru margir sjúkir á meðalegar og sumir deyja. Þetta, krakkar, er brauðsbrotningin. Þetta er það sem við erum að gera. Og nú ætlum við að taka það saman. Við ætlum að taka brauðið saman. Við hjónin, það er ekkert langt síðan Guð fór að gefa okkur opinberun brauðsbrotningan á þennan máta, en það er svolítið síðan. Og við tökum hann hverju kvöldi. Við brótum brauðið saman á hverju einasta kvöldi. Og við köllum lækningu Kristi. Sjá, hvað er brauðið? Jesús Kristur er brauð lífsins. Hann er brauðið sem var gefið á himni til lækningar. Hann er mannað í eyðimörkinni. Hann er svo sem læknar og gerir heilt. Hann er. Þetta er himinin komin til okkar með allt það sem hann á. Sína lækningu, sína lausn fyrir þig og fyrir mig. Líf í heilbrigði. En við trúum þessu og meðtökum þetta og hugleiðum þetta og gefum þeim því gaum sem hann segir okkur að gera og biður okkur Ég lofa ykkur að þeir munu upplifa brauðsbrotningu á algjörlega nýjan hátt og kraftur Guðs byrjar að streyma í líf okkur á algjörlega nýjan hátt. Og sum ykkar fá lækningu, ég trúi því strax. Það er lausn og kraftur í þessu. Þetta er okkur gefið til lausnar, þetta er okkur gefið til lækningar. Svo við brjótum á hverju kvöldi og við biðjum ekki bara, eða meðtökum bara fyrir okkur. Við nefnum börnin okkar, barnabörnin okkar. Og ég veit, ég trúi því alls ekki, barnabörnin okkar. Ég var að hugsa mig á þess að barnabörnin. Já. Inga svo ungleg sko, hún getur ekki allt svona. Já. Ég nefni þau og við með nafni. Og vin okkar, suma ykkur með að segja, hvað sem þið trúið ekki. Lífið okkar, bara allt saman. Ef þú gerir þetta reglulega, þá veistu þú þarft ekki að þylja allan bálkinn upp á einu kvöldi. Og tekur bara næsta kvöld. Nú ætlum við að gera svipað. Nú ætlum við að brjóta brauðið eins og ég skil, og ég veit að sum ykkar, ekkert bara ég, mörg ykkar skiljið, að Páll hafi verið að kenna við ættum að gera og Kristur var að kenna. Til að minna okkur á, og ætlum að gera á verðugan hátt. Ekki verðug vegna eigin, við erum bara verðug í blóði Krists.
Við erum verðug vegna sem hann hefur gert. Hann opnaði dyrnar. Hann dómar hans kom að sverðinu, opnaði dyrnar inn að lífsins tré. Og nú eigum við að hætta að borða af skilningstré góðs og ills, af lögmálinu, við erum að fara inn að lífsins tré og við erum að næra okkur það. Og brotning brauðsins minnir okkur á það, næra okkur á Kristi stöðulega. Borðið mig, sagði hann. Hann sagði ekki svona, en það var það sem hann meinti. Borðið mig. Það er sem við erum að gera. Það er eitthvað dásanlegt og fallegt við það í kaþólsku kirkjunni. Þeir bókstaflega trúa því að þetta verði líka með Krists og blóðans. Þeir bókstaflega trúa því að það umbreytist, sjáðu. Þeir trúa því þegar þeir taka blóðið þá umbreytist það í líka með Krists. Það er eitthvað fallegt við svona mystík eins og þá. Flest ykkar og flest í mótmælandi kirkju trúa því ekki. Þetta sé tákrænt meira. Hverju sem þú trúir, það var aðalmálið hvað þú trúir að geri í þínum innra manni. Hvað gerist í anda þínum þegar þú borðar? Það skiptir máli. Hvaða næringu er það að gefa þér? Af hverju ert að borða þetta? Þeir sem fari heilsuræktir, af hverju byrjar að borða öðruvísi heldur en þeir gerðu áður? Af hverju hættir ákveðin tegunda mat og nýr kemur í staðinn vegna þess að hann er eitthvað heilbrigðari? Nákvæmlega þeir vita hvað það gerir og finna munin. Ég fór í keto í september. Já, ég fór ekki til að grennast takt eftir. Ég fór bara af því ég var alltaf að beldi svo mikið út. Ég var alltaf uppþemdur á kolvetnunum. Mér finnst kolvetnum ógeðslega góð. Mér finnst brauð alveg svakalega gott. Mér finnst pasta ennþá betra. Og allt sem er frá kolvetnum sitt. Ég mjög elska það. En ég var alltaf... Og ég var svo pirraður að líða svona. Svo ég pröfaði að eitthvað sagði mér, já, keto bara og líði strax betur. Svo ég fór ekki til að grenna mig. En viti menn, ég greintist. Sjá bara auka bónus. En mér leiði miklu betur. Svo ég reyndi að halda mig við það. Ekki kannski 100%, en bara því að mér vil ekki láta mig líða illa. Ég veit hvað maturinn gerir mér. Sjáðu, það er lykilatriði þegar við brjótum brauð og tökum vínið að við vitum hvað það er að gera. Í okkur. Hverju svo sem öðru þú trúir. Þá er þetta matur fyrir andaðinn. Svo þegar við eftir tökum núna og við nefnum að gefum tíma, ég ætla að gefa tíma með að vera með við tökum koma hérna fram allir taka sitt brauð og sinn byggar, fara eftir sæti, ekki neita, við ætlum að neita saman, ok? Síðan biðjum við og ég ætla að biðja ykkur að biðja upp á þetta eftir. Og ef ég gef ykkur tíma til þess að biðja fyrir ykkar nánustu, nefna bara í hljóðið eða upp áttir ráðið, nefnið fólkið ykkar. Og svo framvegis. Ok? Mér okkar biðja Sigurbjörgu hins vegar að koma og bara blessa. Drottin, ég bara þakka þér fyrir þetta orð. Vá! Ég ætla að hlusta á þetta mörgu sinnum. Drottin minn, ég bara þakka þér fyrir það sem að þú hefur gert. Drottin, þú ert lífsins brauð og þegar við setjum augu okkar á þig, ekki okkur sjálf eða syndir okkar eða það sem að við höfum miður gert heldur þig og það frelsisverk, þá fer þú að vaksa í okkur og það er það sem við viljum, Drottin. Við viljum meira af þér. Og Drottin, ég þakka þér fyrir verkið sem þú vannst á Golgata. Ég þakka þér fyrir að þegar þú fórst á krossinn, Drottin minn, að þá leystur okkur. Og Drottin, það er í gegnum dauða þinn á krossinum sem að við eigum líf í dag, Jesús. Og Drottin, við tökum við þessu lífi, Drottin minn, og ég þakka þér fyrir að við fáum að koma hérna saman og neita að borði þínu, Drottin minn. Að við fáum að neita líkama þíns og taka þátt í því sem að þú gerði, Drottin, með því að taka þennan bikar og eta brauði, Drottin minn, Jesús. Og hjálpað okkur. Að rugglast ekki, að fókusera ekki á rangan hlut, heldur að fókusera á þig, Jesús. Þetta snýst þig, Jesús. Gefðu okkur náð til þess að sjá þig, alltaf þig.
Því ef við gerum það, Drottinn minn, þá erum við á réttri leið í Jesús. Og Drottinn, ég bið að við mættum fá djörfung, því að við eigum að koma með djörfung fram fyrir þig. Að þegar við göngum hér og við tökum bikarinn og brauðið, að við gerum það með gleði og þakklæti, Drottinn. Við minnumst þess sem að þú hefur gert. Og Drottinn, við tökum við því og við biðjum lækningu í líkama, sál og anda. Við tölum út líf fyrir fjölskyldur okkar og vini og alla þá sem við þekkjum og berum umhyggju fyrir, Drottinn minn, Jesús. Og við neitum í trú og trausti á þig, Jesús. Þetta snýst þig og ég bið fyrir einum og sérhverjum sem að taka skref hér í dag og neita borðið þínu. Halleluja, og við biðjum í nafni hvers? Við biðjum í Jesú nafni og þetta snýst Jesú. Takk Jesús, amen. Þetta var gott. Ég tók eftir sem hún sagði, þetta snýst þig, Jesús. Við erum of lengi búin að láta brauðsbrotningunum snúa okkur og hvað við erum óverðug. Þetta snýst hann. Hann. Og að biðja samkomu þjónuna kannski bara, ef þeir myndu koma, bræður, og þú myndu taka, Sigurd bakkan hérna og þú takir þennan og þú fer hérna megin. Og svo ef þið myndu koma bara út úr svo röðinni hérna og fara aftur inn í sæti ykkar og hafa bæði, komið bara svona, þið komið til hans og farið svo aftur í sætið og ekki neita af strax. Við neitum saman.